Laufskálarétt oft kölluð drottning stóðréttanna sökum vinsælda hennar. Mörg þúsund manns koma árlega síðustu helgin í september norður í Hjaltadal í Skagafirði til að fylgjast með hrossum sem rekinir í réttina. Vinsældirnar eru til dæmis hægt að mæla á Google því þegar orðinu Laufskálarétt slegið upp, birtast fjölmargar innlendar og erlendar síður, norskar, þýskar, svissneskar, svo eitthvað sé nefnt. En hvað gerir þennan viðburð svona vinsælan? Réttin hefur mikið aðdráttarafl. Þarna náttúrulega fjöldi hrossa samankominn og svolítið, þetta svona gluggi inn í svona ekta íslenskt sveitalíf held ég og þetta er svolítið svona ekta, þetta er svolítið hrátt og þetta er svolítið svona, já, eins og lífið einhvern veginn og fyrir fólk sem kemur annars staðar að þetta náttúrulega einstakt tækifæri á að kynnast Skagfirðingum á góðum degi og sjá öll hrossin sem eru hér og þannig já, ég held að þetta er mjög skemmtilegu viðburður sem hefur náttúrulega vaxandi velgengni að fagna og alltaf verið fleira fólk sem sækir Skagafjörð heim á þessum degi. Einu sinni var þetta bara svona lítil og sæt stóðrétt en þetta orðið rosalega fjölmennt. Veistu hvað margir eru að koma? Nei, það er erfitt að halda utan það því að þetta er náttúrulega bara þannig viðburður og það þyrfti einhverja sérfræðinga í mannfjöldatalningum en þetta dregur alltaf að sér fleiri og fleiri og hestamennska í Skagafirði er náttúrulega vaxandi og hrossin eru mjög mörg þannig að ég held að vera svolítið í það allan að fólki verði að vera fleira fólk heldur en hross. Það kannski styttist í það? Kannski, með áframhaldandi þróun þá gæti það verið möguleiki. En nú sé ég til dæmis síðu í Sviss, þar sem verið að gefa allar upplýsingar. Komið þið eitthvað hjá sveitafélaginu að því að dreifa fróðleik þessa rétt allan heim? Ekki með beinum hætti, ekki allan heim, en áhugi alþjóðlegra kvikmyndatöku manna og náttúrulega bara alþjóðlegra fjölmiðla á réttin hefur verið mjög mikill og ég rifjaði upp bara í fyrra voru held ég 3 eða 4 kvikmyndatökulið sem voru á staðnum að mynda með drónum og alls konar í réttinni. Og alls staðar frá National Geographic og frá ríkissjónvarpsstöðin í Þýskalandi, hún var líka og var að gera þátt Skagafjörð og myndaði réttina í leiðinni. Þannig að þetta hefur mikið vægi og mikið aðdráttarafl fyrir fólk út allan heim, þessa einstaki viðburður. Þannig að það alveg óhætt að fullyrða að hesturinn sé ykkar vörumerki? Já, ég held að við séum alltaf að færast nær og nær því að hesturinn sé það sem einkennir Skagafjörð í okkar ímyndavinnu og hesturinn eigi heimili í Skagafirði. Ég held að það sé svona verði jafnvel lendingin. Finnur eitthvað fyrir því að þetta trufli bændurna sem eru að ná í hrossin sín á afrétt? Ekki ennþá allavega. Ég held að ég vona ekki. Ég vona að allir geti bara notið dagsins og staðarins á sínum forsendum og gestir trufli ekki störf bændanna. En hvernig hefur þetta aukið þjónustu? Það þarf að gefa fólkinu að borða og drekka og hafa eitthvað gaman og hvernig gengur sá iðnaður? Það nefnilega, hann mjög ört vaxandi og og það hefur verið gefin út bæklingur allt það sem í boði og þá viðburði og það sem í gangi í tengslum við réttina verið gefin út og verið borin í húsi í Skagafirði núna á föstudaginn og það eru böll út allar sveitir og tónleikar og skemmtanir og það eru trúbadorar og svo eru hlaðborð og kökulhlaðborð og hitt og þetta, þannig að það mjög margt að vera sem bara eykur flóruna og þjónustar í raun og veru þessar ferðamenn sem sækja okkur heim þessa helgi. Maður heyrir líka að fólk jafnvel sem ekkert tengt hestum, það vill koma og þó heimamenn kannski kími svolítið yfir því hvað hefur þú einhvern farið að hestbak en þá það bara kannski þessi viðburður og það að hittast. Já, það oft einmitt og brottfluttir Skagfirðingar koma oft bara í réttina þó þau séu ekki beint kannski hestamenn og þá það til þess að fara einmitt bara hitta vini sína og ættingja og jafnvel einhverja bekkjarfélaga eða kunningja og svo náttúrulega kannski fara á réttaballi. Það náttúrulega mjög stórt ball alltaf eftir réttina og sýning í reiðhöllinni kvöldið áður þannig að þetta vettvangur til að hittast og hafa gaman. Það leiðist engum í Skagafirði þessa helgi? Nei, ég held að það sé alveg óhætt að fullyrða það. Það á engum eftir að leiðast í Skagafirði þessa helgi. Graður rauður var gæðingur, glæstur hálfkami stóðhestur. Og ég sem gaf honum dag hver brauð, ég sór þá að geldan graðarauð.